Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Það að bjóða hæstv. Forsætisráðherra velkomin í húsið og óska honum til hamingju með góða kosningu á landsfundi Framsóknarflokksins. Mig langaði aðeins að vísa hér í grein sem var birt á Stundinni og með leyfi forseta. Leyniskýrslurnar sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, vísaði til í ræðu sinni á flokksþingi Framsóknarmanna eru fréttabréf sem fjöldi kröfuhafa berst reglulega frá Einari Karli Haraldssyni almannatengli og ráðgjafa slitastjórnar Glitnis. Fullyrðingar að Framsóknarflokkurinn gæfi ekki eftir íslenska hagsmuni eru slíku bréfi að þau kemur fram í grein eftir viðskiptaritstjóra DV. Í skrifum viðskiptaritstjórans kemur hins vegar ekki fram að þau orð sem Sigmundur las upp eru tilvitnun fréttabréfaritara í pistli eftir Ásmund Einar Daðason þingmann og aðstoðarmann forsætisráðherra sem birtust fyrr á þessu ári. Einar Karl benti á þetta í nýjasta fréttabréfi sínu til slitastjórnar Glitnis. Í viðtali Björns Inga Hrafnssonar við Sigmund Davíð í þættinum Eyjunni var Sigmundur spurður sérstaklega umrædda tilvitnun. Tók forsætisráðherra þó fram að fyrra bragði að þarna væri ekki verið að vitna í mat Framsóknarmanna sjálfra heldur þetta mat þeirra aðila sem eru fengnir að kortleggja stjórnmálin og greina þau. Við vitum að fulltrúar kröfuhafanna hafa tekið saman persónulegar upplýsingar stjórnmálamenn, blaðamenn og aðra sem hafa tjáð sig þessi mál eða teljast líklegir til að geta haft áhrif á gang mála, sagði Sigmundur í ræðu sinni og bætti við í sumum tilfellum hefur verið gerðar sálgreiningar á fólki til að átta sig á því hvernig best sé eiga við það. Nú í ljósi þess að eitthvað af þessu eru bara fréttabréf frá aðstoðarmanni en ljóst að vera að vísi eitthvað það langar mig til þess að spyrja hæstv. Ráðherra hvort að ef hann hefur undir höndum margumræddar leyniskýrslur, hvort honum finnist ekki tilefni til að afhenda þær viðeigandi þingnefnd til skoðunar og umfjöllunar. Það eru 3 þingnefndir sem koma til greina en ég tel mjög brýnt að ef svona skýrslur eru til og sálgreiningar og prófílar af þingmönnum og öðrum að þingið fái það til þess að setja í viðeigandi ferli. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég held að væri mjög æskilegt að þingnefnd og raunar sem flestir kynntu sér efni þessara skýrslna. Þó að sumar þeirra séu kirfilega merktar confidential, þá held ég að þetta eigi erindi við þingmenn sem að meta þessi mál og við hvað að fást. Svoleiðis að ég teldi æskilegt að menn yrðu sér út þessi gögn og það ætti ekki að vera mikið vandamál, enda eins og hv. þingmaður nefndi hér áðan, þá eru þeir sem hafa séð utanumhald þessara mála mörgum þingmönnum velkunnir og hæga heimatökin að leita eftir þessum gögnum. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir. Forseti, nú skil ég ekki alveg svarið frá hæstv. Forsætisráðherra. Á ég þá að leita til hv. þingmanns Ásmundar Einar Daðasonar til þess að fá þessi gögn? Út af því hann hefur að hluta til átt aðild að því að skapa ákveðinn misskilning hverjir væru þvældust mest fyrir þessum slitastjórnum. En mér langar bara þá að biðja hæstv. Ráðherra hvort að það forsætisráðherra, fyrst hann hefur séð þessar skýrslur og haft aðgengi að þeim, hvort að það er ekki bara langeinfaldast ef að forsætisráðuneytið myndi þá koma þessum leyniskýrslum áleiðis til viðeigandi nefnda á þinginu eða til forsætisnefndar. Eitthvað sem að stendur í vegi fyrir því, hæstv. Forsætisráðherra? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég myndi telja eðlilegast og einfaldast að í ljósi þess að einhverjir þeirra a.m.k. sem hafa skrifað þessar skýrslur hafa gefið sig fram, að þeir séu sjálfir beðnir að afhenda skýrslurnar. Það liggur beinast við að þeir afhendi skýrslurnar ef að þeir eru ekki tilbúnir til þess af einhverjum sökum og þá getum við reynt að leita annarra leiða til þess að þingið geti fjallað þessi mál.